Komiði sæl. Ég heiti Ingvar Sigurðsson og ég er bíbóndi á Suðurlandi. Mig langar að tala um eitthvað sem hljómar við fyrstu sýn sem algjörlega galið. Það eru býflugur og bananar. Í áratugi hefur verið varað við því að koma með banana nálægt býflugnabúum. Margir bíbændur segja einfaldlega aldrei gera það. Ástæðan er svo trú að bananalykt gerir býflugur árásargjarnar. En hvað ef þessi staðreynd er ekki öll sagan? Hvað ef þessi hversdagslegi ávöxtur, sem flestir henda þegar hann verður of þroskaður, gæti í raun hjálpað býflugum að dafna? Í þessu myndbandi ætlum við að kafa ofan í vísindin, goðsagnirnar og raunverulegar tilraunir sem benda til þess að bananar gætu verið öflugt fæðubótarefni fyrir býflugur. Af hverju eru bíbændur hræddir við banana? Óttinn við banana byggir raunverulega á vísindalegum grunni. Bananar innihalda efni sem kallast isopentylacetat. Þetta efni gefur banana sína einkennandi lykt. En hér er lykilatriðið. Þetta er nákvæmlega sama efni og býflugur losa þegar þær stinga. Þetta efni er hluti af svokölluðu viðvörunarferómóni, lyktarefni sem segir öðrum býflugum að ráðast á óvelkomin gest. Þess vegna hefur fólk haldið að bananalykt geti virkað eins og fölsk viðvörun og sett allt búið í varnarástand. Þannig að þetta er ekki alveg úr lausu lofti gripið. En geta býflugur notað banana sem fæðu? Þegar við skoðum næringarinnihald banana kemur eitt og annan mjög áhugavert í ljós. Þroskaðir bananar innihalda súkrósa, glúkósa og frúktósa sem nýtist sem orkugjafi fyrir býflugur. Bananar innihalda alltaf 23% kolvetni. Í banana er einnig mikilvægt steinefni eins og kalíum. Og í ofþroskuðu bananahýði er bæði dópamín og serótónín. Þetta eru efni sem geta haft áhrif á hegðun, minni, orku og jafnvel lífslengd býflugna. Sumar athuganir frá býflugnarækt í Afríku benda jafnvel til 10–16% aukningar í varpi og allt að 20% aukningar í hunangsuppskeru. Það er gríðarleg aukning. En það er mikilvægt að skilja eitt. Bananar eru ekki fullkomin fæða fyrir býflugur. Þá skortir prótein, nauðsynlegar amínósýrur, fitur og sum lykilvítamín. Allt eru þetta efni sem býflugur fá venjulega úr frjókornum. Þannig að banani er ekki alsliðafóður, heldur frekar fæðubótarefni. Það sem gerir banana sérstaklega áhugaverða er ekki bara aldinni sjálft, heldur hýðið. Vel þroskað bananahýði getur innihaldið alltaf 930 milligram af dópamíni í hverjum 100 grömmum. Dópamín og skyldefni, amín, geta haft áhrif á minni býflugna, aukið fæðuöflun og haft áhrif á lífslengd. En það sem er kannski mest heillandi er að serótónín virðist draga úr næmi býflugna fyrir viðvörunarferómónum. Með öðrum orðum, bananar gætu í raun róað býflugur en ekki æstlær. Í einni áhugaverði tilraun voru 2 hópar af býflugnabúum bornir saman. Hópur 1 fékk hefðbundið sykursíróp. Hópur númer 2 fékk sykursíróp og ofþroskaða banana að auki. Eftir 1 mánuð voru niðurstöðurnar skoðaðar. Niðurstaðan var skýr. Búin sem fengu banana sýndu 18% aukningu í ungviðaframleiðslu. Nánast heilan aukaramma af býflugum. Það er gríðarlegur munur. En hér er áhugavert atriði. Búin án banana urðu þyngri. Þau söfnuðu meira afsykurvatni til að geyma í vaxhólfum. Búin sem fengu banana fóru frekar í að framleiða fleiri býflugur. Fyrra búið var að safna birgðum, en búið sem fekk banana var að fjárfesta í framtíðinni. Og í býflugnarækt er sterkt bú oft mikilvægara en minna bú sem hefur safnað fullt af hunangi, sérstaklega til lengri tíma. Hvað með árásargirni? Þetta er spurningin sem flestir vilja fá svar við. Gerir banani býflugur árásargjarnar? Í rannsóknum kom í ljós að það var engin aukning í stungum, engin viðvarandi árásargirni. Það voru aðeins smávægileg viðbrögð þegar banani var fyrst settur í búið. Og svo, ekkert meira. Býflugurnar róuðust strax. Kannski er mikilvægasta niðurstaðan þessi. Býflugur borða banana aðeins þegar þær þurfa á því að halda. Þegar nóg er af blómum, hunsa þær banana. Þegar skortur er á fæðu,
þá nýta þær hann strax. Þetta þýðir að bananar virka eins og neyðarfæða. Ef þið viljið prófa þetta sjálf, skulið þið velja ofþroskaða banana, gula með brúnum blettum eða jafnvel mjög dökka. Þar er næringin og virku efnin í hámarki. Skerið banana í sneiðar, notaðu bæði aldinið og hýðið. Setið beint ofan á rammana inni í búinu. Besti tíminn er snemma vors til að örva uppbyggingu búsins og á haustin til að styrkja býflugur fyrir veturinn. Við fæðuskort er gott að gefa býflugum banana sem neyðarfóður. Bananar eru fæðubótarefni en ekki aðalfæða. Þeir eiga að vera notaðir með sykursírópi og frjódegi þegar það er gefið, ekki í staðinn fyrir þau. Svo hver er niðurstaðan? Er banani hættulegur fyrir býflugur? Svarið er nei. Er hann ofurfæða? Nei. En hann er eitthvað mitt á milli? Svarið er öflugt, ódýrt og aðgengilegt fæðubótarefni sem getur hjálpað býflugum þegar mest á reynir. Rannsóknir frá mismunandi löndum, Afríku, Asíu og víðar benda allar í sömu átt. Meira ungviði, sterkari bú, betri viðbrögð við erfiðum aðstæðum. Og kannski er stærsta lexían þessi. Stundum eru lausnirnar sem við leitum að ekki flóknar, dýrar eða hátæknilegar. Stundum eru þær bara í eldhúsinu heima hjá okkur. Við vinnslu á þessu efni var stuðst við viðtöl og greinar eftir Katharina Davitt. Hún er Master Beekeeper frá Háskólanum í Montana. Takk fyrir að horfa á þennan þátt. Ég vona að hann komi til með að gera gagn. Næsti þáttur verður vorfóðurinn.